Hún sest til mín hjá mér, bara alveg við hliðin á mér. Hún Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Árborgar. Bless og sæl. Sæll og blessaður. Velkomin. Takk fyrir. Jæja, 6 dagar til jóla og þetta nú alltaf bresta á. Það segir bara 6 dagar eftir. Þetta alveg rinni yfir okkur. Ég segi bara eins og Bjartmar, þannig líður tíminn. Já, greinilegt. Hvað að frétta? Nú jólatorki til dæmis, síðasta helgin fyrir jól. Já, þetta síðasta helgin fyrir jól og þetta síðasta helgin fyrir jól, þannig að Jú, það er bara síðustu forvið að hafa síðasta eitthvað fyrir jól. Já. Þannig að jólatorkið opið hjá okkur núna helgina. Hvernig hefur þetta verið í desember? Sko, veðrið ekkert búið að vera alltaf skemmtilegt helgar. Nei. Það var sett svolítið strikreikningin en það er búið að vera svona ágætis frambóð á fólki sem hefur viljað koma og selja sína vöru og ýmislegt verið í boði og náttúrulega síðustu helgi var alveg pakkað þarna þegar jólasveinarnir voru að koma. Æðisleg stemning og martumanninn. Já, og það er búið að vera líka það er búin að vera uppákomur á sviðinu þarna og svona og fólk hefur verið að mæta svolítið kringu það og svona. En það er kannski ekki stöðuströmmur á fólki en ég hvet alla til að fara og kíkja þessa síðustu helgi og það er hægt að kaupa ýmislegt skemmtilegt þarna. Já, ég tók góðan rúnt þarna síðustu helgi og það eru þarna fólk að koma frá Reykjavík að selja og þetta er virkilega skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt og svo er þetta að skoða þarna svona lítið jólaþorp og lest og hvernig það var gaman að því. Ég hafði nú bara gaman að því sko. Þú ert ekkert vaksin upp á því sko. Nei. Á þessum tíma Ásta þá kemur barnið upp í mér sko. Það gerir það. Hjá mörgum. Já. En svo er það torkið opnar á morgun eða ekki? Jú. Og það er opið á morgun og það er opið á laugardaginn og sunnudaginn og á laugardaginn þá stendur til að afhenda verðlaunin fyrir fegurstu, best skreyttu húsin og fyrirtækin í Árborg klukkan 4. Þessi keppni hefur nú staðið í þó nokkuð mörg ár. Ég bara hef nú ekki tölu á því, þetta voru mjög mörg ár og það eru ýmis fyrirtæki sem koma að þessu með okkur og það er svona valnefnd og hún ætlar að fara rúndum í kvöld. Það er að baka stóksari í Selfoss og innan sveitarfélagsins og þannig að fólk sem allra virkilega taka þátt að það hefur smá tíma til að setja upp. Það er hægt að fara en þá og festa upp meira seríum og laga það sem er búið að fjúka og svona. Já. Þannig að endilega bara drífi í því og eins og segi þau fara í kvöld og velja þetta. Og síðan verður úrslitin kynnt á laugardaginn klukkan 4 á torginu. Já. Það er nú vonandi ekki orðið vitlaust veður þá, það spáir nú ekki óslega skemmtilega á laugardaginn en það er ekkert að marka þetta bara. Er ekki alltaf skjól hérna í torginu? Jú, það er ágætis skjól. Í Sigtúnsgarðinum. Já. En það eru líka fyrirtæki sem það eru bæði bara fyrirtæki og svo það eru fyrirtæki sem gefa þarna vinninga og heimahús. Já, það er svona að velja fyrirtæki og íbúðarhús og svo eru fyrirtæki hérna sjálfur sem gefa vinninga þetta og þetta hafa oft verið mjög veglega vinningar. Þannig að það er eftir svolítið að slægjast sko. Heldur betur. Ég tók eftir því það var ég held að við byrjaði fyrra eða hitti fyrra þá fór Björgunarsveitin á rúndin á Ölfusá og kveikti á jólatrí á litlu eiginu hérna. Já, það var að gera það eftir núna í dag svona cirka kortir fyrir 6 þá ætlum við að fara þannig út fólk sér þetta tré þannig þetta er svona einmanna lítið tré sem að vexa hann upp úr klettinum einhvern veginn, maður skilur nú ekki alveg hvernig það þrífst en það var sett seríu á það, ég held að það verið 2012. Já, það verður að vera með. Já, það var að gera þetta eftir núna. Þetta verður gaman bara að fylgjast með þessu. Já, heldur betur. Já. Ertu að fara að sigla í jólastressið eða ertu búin með allt? Ég geri bara það sem ég kemst yfir að gera og það er bara næð þá ekki lengra. Maður kemst ekkert yfir meira. Ef maður er búin að kaupa jólagjafir handa sínum og svona þá koma bara jólin og ekkert mál þó að sé ekki búið að baka 20 sortir af smákökum. Nei. Er ekki aðalatrið bara að njóta þess að vera til og jólin koma? Já, það er bara þau koma, það er ekkert það breytir því ekkert sko. Þau bara eru á sínum stað og þetta er bara góðu tími til að slappa af og taka þér rólega. Heldur betur. Eitthvað að lokum sem við erum að gleyma? Nei, ég held að þetta sé nú svona það helsta sem er að gerast það hefur opnað jólaglugga á hverjum degi. Við Bragi skruppunni Reyrabakki morgun, það hefur opnað hjá hún Geira á stað. Já. Flottur gluggi sem hann var búin að setja upp með jólafígurum og grenni og ljósum og hérna kíktum á þetta hjá honum og það er orðið jólalegt allan bæ og þetta snjórin gerir þetta líka svolítið jólalegt. Já. En maður er samt ekki ánægð með hann þegar það þarf að vera á mókurnum fyrir marga milljónir. Nei, það er ekkert nema kannski 3 vikur síðan og vorum að tala um það, engin snjó og engin mókstur. Já, en svo brestur þetta og þá þarf að móka og það hefur bara gengið ágætlega bæði að móka götur og gangstættar og bara er ágætis færi hérna hjá okkur og ég hvet bara alla til þess að nota sér það og versla hérna á svæðinu og hérna bara það er svo margt til hérna.
Já, það var einmitt akkurat maður að segja við mig að þetta veður og snjórin, það hjálpa nú alveg til með það að vesla í heimabyggð. Já, fólk kannski svolítið rættið að vera að fara á heiðina óþörfu. Já. Og það svo margt að fá hérna, það þarf ekkert endilega að fara. Ja, þessi ágæti maður, hann sagði við mig, ég þarf heldur ekkert að fara í bæn, ég get keypt alla mína gjafir á þessu svæði. Já. Það bara þannig, auðvitað á vesli heimabyggð og styðja við sitt fólk. Vissulega. Það bara þannig, en þetta síðasta spjallið okkur fyrir jól, ég sé bara gleðileg jól. Já, gleðileg jól. Og hafið það sem allra best. Takk fyrir. Takk. Já.